Það stendur mikið til á Akranesi þessa dagana. Það hefur verið að rífa niður risastóra sementsverksmiðju í hjarta bæjarins. Töluvert er síðan verksmiðjan lagði upp laupana og hefur helst verið notuð sem tökustaður í seinni tíð. Þar hefur verið tekin upp Hollywoodmynd, senur í vinsælum sjónvarpsþáttarseríum sem á tónlistarmyndum. En hvað tekur nú við? Sævar, þú ert fæddur uppalinn á Akranesi, ekki? Jú, eins innfæddur og hægt er að vera og manst væntanlega vel eftir sementsverksmiðjunni. Já, ég er einmitt alinn upp hérna á Suðurgötu 78, bara hérna rétt hjá og ég man vel eftir því ég átti alls konar augnablik hér þar sem að við vorum strákarnir til dæmis að fylla vatnspoka og skjóta starfsmennina niður með vatnspokum þegar þeir voru að koma í mötuneytið á morgnana og svo man ég eftir að hafa fundið fjarsjóð hérna, flöskur upp á einu þakinu hérna á einmitt verksmiðju sem er nýbúið að rífa hérna á ofnhúsinu, þannig að það var ansi skemmtilegt. Fannst þið fjársjóð af flöskur sem þú gast að vera í endurvinnslu og svoleiðis? Já, það endaði allt í býtti bara í sjoppunni hérna rétt hjá það sem að við fengum okkur nammi og bróður minn. Við vorum að rifja þetta upp núna nýverið. En hvað stendur til? Hvað á að koma hérna í staðinn? Já, núna erum við í bara miðju niðurrifi sem gengur vel og stendur til að því verður lokið í september, október og þegar að því er lokið þá ætlum við að fara í heilmikla uppbyggingu hér á íbúðum og húsnæði fyrir fyrirtæki og hér verður aðstaða líka fyrir hótel. Þannig að íbúðirnar hér verða alltaf 368 íbúðir. Sjálfala. Já, og það er gríðarlegt magn af bara fermetrafjölda sem verður hér undir í öllum þessum íbúðum og svo umleiðis verða 14.800 fermetrar fyrir fyrirtæki og skrifstofuhúsnæði og verslanir og svo framvegis og framvegis. Hér verður mikið líf. Bara við höfnina þá verður hótelreitur mjög skemmtilegur og við sjáum fyrir okkur núna þegar að eru gríðarleg vöntun á húsnæði fyrir ferðamenn að hér geti hótel risið á besta stað við höfnina. Ég held að þessi reitur hefur möguleika á því að verða bara einstakur á Íslandi með nálægð við Langasandinn, nálægð við miðbæinn. Þannig að við höfum og svo höfnina hjá okkur, þannig að við munum hafa allt til alls hér. En það er kannski ekki vanþörf á að byggja svolítið, er ekki rétt hjá mér, sá ég ekki að það er stöðug fólksaukning hérna á Akranesi? Jú, það er búið að vera góður vöxtur hjá okkur og mikil vöntun á húsnæði. Við vorum að vaxa ríflega 200 íbúa á síðasta ári. Við erum að sjá að allar lóðir sem við erum að úthluta, þær renna út eins og heitar lumur þessu dagana. Hverjir eru það sem eru að koma til Akranesi? Er þetta brottfluttir Akranesingar, er þetta nýbúar? Já, þetta er eiginlega svona blanda af báðu, bæði fólk að koma aftur heim, getum við sagt, en við erum að sjá líka bara ungt fólk sem vill kaupa sína fyrstu íbúð. Það sér fram á það að fasteignaverð er orðið mjög hátt í Reykjavík og það er ekki nema 25 til 35 mínútur héðan og í bæinn þar sem margir sækja vinnu og þá er mjög auðvelt að stofna sitt fyrsta heimili og koma því upp hér þar sem þú kemst í hagstæðara húsnæðisverð heldur en í Reykjavík. Og svo ekki síður að geta byggt hér upp, komið sér upp fjölskyldu í mjög fjölskylduvænu samfélagi þar sem áherslan er á ungviðið, á börnin, á frábæra skóla. Þeir eru algjörlega framúrskarandi skólar sem að leggja áherslu á bara einstaklingana, gleðina í börnunum og ná að ýta undir sköpunargáfuna. Og þetta er eitthvað sem við erum mjög stolt af, að vera með framúrskarandi kennara og framúrskarandi leikskóla sömuleiðis. Þannig að þetta skila sér til þeirra sem vilja koma til okkar og sömuleiðis öflugt íþróttastarf. Eru skólarnir tilbúnir? Er grunnþjónustan okkar tilbúin fyrir 300 og eitthvað íbúðir og ef þetta myndir fyllast alltaf barnafólki við Langasand? Já, við teljum að nú er bærinn 7300 manns og við erum búin að hugsa það hvernig við getum byggt upp skólan okkar alveg upp í 9 til 10.000 manna samfélag, þannig að við getum tekið við þessum vexti. Áður en við þurfum síðan að fara að bæta þriðja grunnskólanum við það því við erum með 2 grunnskóla hér á Akranesi.
Þannig að þið eru búin að hugsa út í næstu skref. Já, plönin eru til staðar og hugsunin er til staðar og það verður auðveldlega hægt að takast á við það. Er ekki rétt að mér, varst ekki að koma úr öðrum grunnskólanum núna þar sem þú varst að berja kjarki nemendur fyrir PISA-próf? Jú, ég tók bara landsliðið á þetta. Við erum að keppa við aðra þjóður í PISA og við ætlum að standa okkur. Er það venjulegt að bæjarstjóri fari og peppi upp 10. bekkjar börn fyrir próf? Já, nú hef ég ekki spurt aðra kollega mína að því en ég að minnsta kosti fékk þann heiður að fá að mæta til þeirra. Mér fannst það virkilega gaman, það var alveg æðis. Við bara kveðjum ykkur hér frá þessum yndislega fallega bæ á Akranesi. Bara takk fyrir okkur. Næst kannski verðum við hérna bara með fullt af fólki hér í íbúðum bak við okkur. Já.